Bjössi, ertu ánægður með spilamennsku þinni í dag? Nei, ja, þú veist, fyrri hálfleikurinn var ekki góður á okkar hálfu þannig að ég meina við erum í rauninni stálhefnir að vera yfir í hálfleik 2-1, við erum bara að segja eins og er. En seinni hálfleikurinn var betri við ákveðum, fyrst við vorum ekki beint á deginum okkar sóknarlega, þá verður maður að geta að spila þéttan og góðan varnarleik og mér fannst við gera það og voru nokkuð skynsamir í seinni hálfleik. Það var ekkert sérstaklega mikið tempo á okkur en við gáum ekki mikið að færum okkur. Á hverju þú sendur til viðtal eftir leik en ekki þjálfarinn sjálfur? Það er bara komið tími til, ég meina það eru fleiri í þessu. Það er raun. En seinni hálfleikurinn, þið svona reynda, mér fannst eins að þið reynda að drepa bara leikinn. Já, við ætlum bara ekki að gefa færa okkur og fara að opna okkur á einhvern hátt með að fara með marga menn fram og hleypa þeim inn í leikinn. Við ætlum að reyna að ná þessu svona. Við svo sem gátum alveg skora fleiri mörk hérna í seinni hálfleik, það var ekki það, við komumst í færi til þess. En við gerum það ekki og náðum að halda þessari 2-1 stöðu og gerum það bara vel. Og þessi sigur þessi eðli svona, hann gefur eitthvað vonum en hann efri pakka? Já, engin spurning, við settum þetta þannig upp að þessi 3 stig væru gríðarlega mikilvæg á þessum tímamóti eins og þetta var að spilast í gær leikirnir, eða hérna síðustu 2 leikir. Í þessar umferð þá var þetta gríðarlega mikilvægt og hérna nálga svona efri hlutana aðeins og slíta sig aðeins frá þessu sko bottkjarna sko. Við vorum að ljúka keppni í Evrópukeppninni, setur sú keppni í ykkur? Nei, þannig ég meina þetta náttúrulega 2 erfiðir leiki vorum að spila við hörkulið í Evrópukeppninni og menn hlöpu mikið í því og töpuðum stórt þannig að þá verður þetta ennþá þyngra og en við höfum svo sem svarað þeim leikjum mjög vel, unnum Fylki í bikarnum og eftir fyrir leikinn og unnum svo þennan leik núna til seinni leiki þannig að menn sýna þó þann karakter og við erum ánægðir með það. Þið eigi svona helling inni sem þið ættu að geta nýtt ykkur í seinni hluta? Já, ég meina við höfum einhvern veginn ekki náð að tengja saman sko marga sigurleiki sko og það er okkar von að það gangi eftir við allavega stefnum á það að vera þéttur og herja á sigur í næstu leikjum en það er náttúrulega, allir leikir í þessari deild eru náttúrulega bara að þú ert ekki á tánum þá bara tapar þessu. Það er bara þannig. 2 danski leikmenn á leiðinni ætli að sækja ykkur frekari list? Nei, maður veit ekkert í þessum bransamar. Ég segi bara no comment. Hver er ástæðan fyrir þessu dönum sem þeir að fá? Þetta eru leikmenn sem að koma á B-deildinni í Danmörku? Já, ég meina þetta eru strákar sem eru búin að vera í tölvörum, eða tölvöld langan tíma en þeir bara, við náðum þeim núna og ætluðum alltaf að stækka svo sem hópun okkar, það var alltaf meiningin en þeir eru komnir og fínir leikmenn og vonandi styrkja þeir okkar hóp bara. Styrkir kannski dönskuna þinn í leiðinni? Ég er nú ansi góður í dönsku, þó betri í sænsku en maður er að tala við þess að gæja á skandinavísku, það er ekki spurning.